Drengir, þetta fyrsta skipti í þessu blessaða Sibbarspjalli sem ég slæ 2 flugur í sama höfuð, eins og einn góður sagði. Velkomnir í Sibbarspjall. Þjálfara KR-inga, og ég ekki við hæfi að leyfa þessum að vera hérna með bara. Jú, þetta ágætis svona príði. Það ekki? Jú. Ingi, og kannski fyrst að þér, þetta ekki þitt mesta afrek á þjálfara sviðinu að hafa landað þessum titli í fyrra? Þetta var svolítið stórt, en maður veit ekki, maður getur ekkert gert upp á milli svona beint. Þetta var mikið afrek og við erum mjög stoltir af því sem við gerðum. En hérna, hvort það sé mesta, ég bara veit það ekki. Þú þjálfaðir annar að vita. Já, þú þjálfaðir 2000, þá eruð þið Íslandsmeistarar. Tókuð okkur Grindvíkinga þá, ef ég man rétt. Já. Var það þinn fyrsti titill? Já, það var fyrsti skipti sem ég þjálfaði meistaraflokk. Já. Svo var ég með Benna aðstoðarþjálfari 2009. Ef að ég man þetta rétt, var ekki Benni var bara komið kúkinn í bara buxurnar? Nei. Grindavík hefði getað klárað þetta heima, komst þú ekki inn í þetta það? Nei. Þetta var löngu komið. Þetta var allt í teskið hjá okkur Benna. Það var allan tíma. Þetta var allt í teskið. Já, þið voru að hugsa svona gjaldgerðnið ekki, fá þetta bara í 8-leik og svoleiðis. Já, það vantaði að fá uppgerða reikninga, þannig að við fórum til 5 leiki. Nákvæmlega. Herðu. Nei, það er bara, hver skipt sem maður Íslandsmeistari, það er bara mikið afrek og það er ekkert síður að hvort það sé eitthvað röð eða hvað, hvert skipti bara gríða stórt og þetta var bara meira áttar. Og þannig að þetta var, hvað, 7. titillinn, fær maður ekki bara að missa tölun á þessu? Jó, Finnur búinn að gera mjög vel hérna og ná 5 í röð með magna afrek og verður seint leiki eftir. Já. En það var líka svona búið að afskrifa það var hægt að ná 7. en það var mikið samvinna og bara allir í kring. Þannig að það var bara geggjað. Og væntanlega væri mjög heimskulegt að fara að spyrja hvort að stefnan sé ekki sett á 7. titilinn. Þú bara svara því sjálfur. Það er bara þannig. Benni, leyfum þér nú að vera með í þessu viðtali. Ég átti nú vona að þú myndir verið í skyrtu og myndir þá heppa sem jafnvel 3 niður. Ekki þetta skipti. Ekki þetta skipti. Nei. Ég gera það ekkert í ánur mjög fljótlega. En þú ert þess að þjálfa kvennaliðið og fórst með þar upp í ekki fyrra heldur árið þar og aður. Varstu ánægður með þetta tímabil í fyrra? Já, bara nokkuð sáttur og já, en samt þannig að maður vill gera ennþá betur. Já, og alveg náttúrulega var eftir að Helena kom þá náttúrulega bara var þetta dálítið ójafn leikur þannig séð en þið náðu nú að gera hörku stefnu á mótið þeim. Lendi 2-0 undir, 2-1 og voruð ekki nokkuð tæp á að jafna og setja í 8. Já, allir leikirnir voru hörku leikir sko, en þetta verður maður bara viðurkenna það að Valur var með besta lið eftir að Helena kom. Mótið var rosalega jafnt svona þegar það fór á stað. Já. Bæði, þú veist, bara Breiðablik var að spila 50-50 leikir, þá voru allir leikir 50-50 leikir. En svo kom svona svolítið pínu ójafnvægi á deildina þegar Helena kom heim og Valur var svona besta liðin. Við náðum nú samt að stríða eitthvað en það bara dugði ekki, það er bara unnið þetta verðskuldað. Já, og ég er búinn að hitta Ólöfu og Jón Halldór þjálfara í deildinni og það verðast allir vilja meina það að þetta sé svona þið og Valur í vetur. Hvað heldur þú það? Þið munið bítast þetta? Já, við verðum klálega í toppbaráttunni og náttúrulega Valur auðvitað líka og svo eru þarna lið eins og Snæfell og Haukar og einhver fleiri. Ég veit svo sem ekki hvernig Grindavík liðið lítur út í dag eða nokkur önnur eins og Borgarnes og svona, þannig að maður ættir að sjá þessi lið svona að meta, þú veist, hvað lið að fara að gera tilkall. Já. Hvaða breytingar verða á þínu mannskap síðan í fyrra? Það eru nokkrar breytingar. Ég er svona vonast að vera með 12 skýrslu í öllum leikjum. Við náðum því bara örfáum sinnum í fyrra. Það var svona þunnur hópur. Erlendu leikmennir komu ekki aftur. Og við vorum með... Þú varst með 3 ár í fyrra og við erum með 2 núna. Okay. Þannig að það eru 2 nýjar og Kanin þekkt stærð, Daniel Rodríguez. Já. Heldur betur búinn að vera frábær. Já. Við vorum með frábæran Kana líka í fyrra sem að
við vildum fá aftur en hún var ekki tilbúin að ræða við okkur þá og svo losnaði Dani þannig að við stukkum á það mjög óvænt. Og endaði ekki kanninn þinn í fyrra hjá hún í Val? Já, hún komin til Val svona. Og hvernig verður að bítast í hana? Það er Núna? Það verður bara vonandi gaman. Frábær leikmaður. Og svo ertu með annan hvaðan er hún? Hún fáum hann bara úr Breiðabliki. Ok. Hann með Blikunum í fyrra, Sanja Orosovic og hérna að við erum með 2 ælendar núna sem bara hafa verið hérna áður. Þekkja deildina og landið og allt hérna. Landið og miðin? Já. Já, kannski miðin ekki eins vel en... Nei, kannski ekki miðin. Allavega landið. Já. Ok. Það er eftir að taka höfnina í Reykjavík. Það er ekki búin að fara svo langt. Og koma náttúrulega í... Við erum að vera mjög vel manna og ég held að það sé bara verið gaman að fylgjast með því. Já. En miðin, fyrst við myndust á það er náttúrulega að koma til Grindavíkur. Það er náttúrulega mekka sjávarútvegs og svoleiðis þú verður að taka það niður á bryggju. Eða ekki? Og jafnvel að mæta á staðinn bryggjuna. Eitt flottasta kaffihús og bara tónleikastaður landsins ætla ég að leiða mér að fulla. Strákar, er ekki ánægð með mig núna? Við erum að tjekka á því. Við erum að tjekka á því. Ingi, hvaða breytingar verða á þínum mannskap? Þú náttúrulega komst með bombu frétt þarna bara mjög fljótlega. Já, það komu bræðarnir Matti og Jakob og Brynjar komu aftur heim og alltaf mikill styrkur í því og við höfum ekki fengið fleiri en Mike Crayon er nýji kaninn okkar, nýji gamli kaninn hérna. Tiltölulega þekkt stærð. Já, þekkt stærð. En við erum alltaf búin að missa stóran bita. Pavel til Val og Mike var með okkur hérna, hann fór til Spánar og Julian Boyd, hann fór til Kína. Svo fór Julian Boyd fór til Kína, já. Okay. Svo fór Orri var nú á leiðinni til Ameríku en það gekk ekki upp en enda á að fara í Fjölni og það láta að reyna sig þar. Villi fór í Álftanes og Finnur Atli ætlar að vera hérna aðalmaðurinn í bumbunni, ætlar að verja titilinn þar. Finnur sem sagt bróðir Helga, eða ekki? Já. Aðalmaðurinn í bumbunni og hann er eins og ljósastur, myndi maður frekar. Hann er ólöglegur í bumbunni. Eina sem maður getur, hann þarf að næ sér í 100 kíló. Það var nú hérna regla í bumbunni að byrjunliðið var að vera 500 kíló. Já. Ætlar þú að spila með bumbunni? Það myndi hjálpa byrjunliðinu. Það myndi hjálpa. Það eru léttir menn að það. Já. Nei, ég hef ekki, það er toppmenn hann í hverja stöð og ég hef ekki snert korfbalta síðan 2009. Nei. En hópurinn þinn sem það verður ekki þitt stærsta vandamál að koma mínútum á? Nei, alls ekki. Þroskar hópur og þetta, það er bara eftirvænting í hópnum og menn eru bara að koma sér til svona tilbaka á mellum. Við erum alltaf Kristoffer sem var í aðgerð og Brynja fótboltaði í vetur og Matti meiddist í úrslitakeppninni og þeir eru svona skriðað saman. Verða allir klárir fyrir fyrsta leik? Ekki fyrsta leik en vonandi bara svona þegar líður á móti þá verðum við konum með alla mannskapinn og svo tekur bara tíma fyrir menn að komast í toppstand en við verðum án Kristoffer í fyrsta leikjunum, það er klart mál. Já. Enda því svo sem unnu enga titla fyrir áramóti í fyrra og það er ekki til boði heldur núna, þannig að... Það er meistarana. Já. Stjörninni fyrst. Já. 2009. Og við ætlum að fara all in í þann leik. Já. En svo Stjarnan með klárlega að gera líka og en svo byrjum við á Grindavík hérna heima 4. október. En þú sem sagt stillir upp einum kanna og er það, myndi halda við opnu að bæta við þig? Það er bara svo öllum lið, það fara bara stað og svo getur við eitthvað gerst, það getur verið ójafn með stöðum eða það getur verið eitthvað sem við sjáum að við þurfum að bæta eða vonandi verðum við ekki fyrir því að við þurfum að setja mann í stað fyrir eitthvað annan því að það verða meiðsli eða annað en það verður bara að lesast alveg eins og við gerum í fyrra. Við skiptum út Evrópmanni áramót og tókum aðeins setna inn mækti núna og það var andanum mikið gefspor. Þannig að það er allir í sömu stöðu og það er allir að endurskoða liðið sitt á hvaða tímapunkti sem er þannig
En við ætlum að byrja svona og mér líst mjög vel á liðið svona og ég held að við getum gett bara alveg ljómandi fín hluti. Ok, nú ætla ég að spyrja öðru þessi að því þetta er í fyrsta skipti sem ég er með ykkur báða. Nú ætla ég að byrja að spyrja Benna. Hvaða lið munu bítast þetta hjá Köllunum? Nú reynir á þau. Já, það er náttúrulega KR verður þarna og Stjarnan, Tindastóll. Haukar eru alltaf í toppbaráttu þegar KR er með. Það breytir miklu að Kári komað inn. Svo, Njarðvík, Keflavík, maður var bara eftir að sjá þessi lið til þess að... Þú ætlar að nefna bara öll önnur lið heldur en mína menn. Ég var bara ekki komið þangað, svona alltaf Grindavík. Þannig að og svo, vannmeta menn alltaf Þór Þorláksson, það er bara, menn læra aldrei, spá þeim alltaf neðarlega. Og þetta reynslu hundur þar í Brúnvík, að mann að fá frekka aftur í slaginu eða ekki? Já, mjög. Þannig að svo er Valur greinilega ætla sér að gera helling og þeir séu ekki tættir að semja við menn, þannig að þetta er bara, ég held að það verði jafnara heldur en eitthvað bara KR. Þannig þú átt vona hörku móti karlmenn? Já, ég held að það verði mörg flott lið. Svakalega flott mót og verða margir sterkir útlendingar. Liðinu er fann að borga miklu meira fyrir útlendinga og ég held að gæðin verði mikil og á fleiri stöðum heldur en maður reikna með. Benni, þú varst náttúrulega ekki undirbúinn fyrir þessa spurningu. Ég reyni alltaf að koma óvart. Hvaða lið er að fara að slást hvenær megin? Ég held þú að sagt þetta áðan. Ég held að það verði KR og Valur sem að bítast þetta hvenær megin og ég síðast á svona Þínar gömlu stöllur úr hólmanum. Það eru búin að safna. Komið nýja þjálfara í Brúna og svona verðist að stemma ekki kring á þær. Og ég held að það fari svolítið bara því hvað svo heilar systurnar verða og hvort að Berglind verði eitthvað að með. Ég veit ekki nákvæmlega stöðun á henni en það er stór bit ef hún er ekki með og en ég held að KR er eftir að bítast þetta og það eru Haukar, Keflavík, Snæfell er svona kannski einhver lið sem að mun berjast með. Synd að í áttalega deilda skuli detta lið út og sem betur fyrir þá uppi blikarnir á þann séns að taka sætið en ég held að þessi tvö KR og Valur verði svona toppliðin. Ef ekki að leyfa þér líka að spá þessi spilin karlamegin. Benni fekk að spá líka kvennamegin. Hvernig heldur þú að þetta muni spilast í þinni deild? Já, ég hef ekki séð öll liðin en Stjarnan og Njarðvík held ég að verði mjög öflug. Tindastóll eins og Benni sagði þann. Svona spurning hvað innkoma KR gerir fyrir Haukana. Þetta verður, við ætlum okkur að vera hérna og ég veist að deildin verði gríðarlega jöfnleg. Ég sem verði jafnari í ár heldur en var í fyrra og það munar hann ekki miklu að það verður einu tveim sigurum á liði sem var í 5. og 7. sæti til þess að vera í fyrra. Ég held að þetta verði jafnvel bara jafnara ef ekki svipað eins og var í fyrra og persónulega kannski hvernig liðin fara að stað. Þannig að vona á bara miklu stuði. Já, það er menn að leggja mikið í og liðin og ég myndi halda að vera svona 9-10 lið sem allir sér að fara í úrslit sko. Já. En ég sé svona 5-6 topplið en það er svona svipað eins og Benni var að tala og það verður svo er alltaf þessi valkort sem að koma inn. Já, það menna, eins og í fyrra þá átti náttúrulega enginn þannig sem vona því að Íringar myndi enda í lokaúrslitum. Slá Njarðvík og Stjörnuna út, þannig að það er nú bara skemmtilega við sportið. Já, það er bara fegurinn við sportið okkar. Það er að vísan að róa. Nei, en ég held að þetta verði skemmtileg mót. Ég held að kvennadeildin verði það líka og þó svo að það verði tvö svona fyrirfram og þá held ég að deildin verði bara báðar. Hvað með Eppja? Er ekki okkar menni Lakers að fara að rísa upp? Okkar menni Lakers, já þetta er búin að erfiða tímar. Já, þetta er búin að vera erfitt yfir veturinn undanverið. United í Englandi og Lakers í NBA, þannig að
Er ekki bara... Þá skiptir máli að vera stuðningsmaður. Þá þýðir ekki að vera lítið í sér og fela sig, sko. Já. Það er akkurat þá sem að liðin þurfa stuðning og ég hef verið gagnrýndur fyrir að vera að mæta í leikaspólnum við á æfingar. Hvað ég sé... Þú ert bara stuðningsmaður. Já, það er bara leys. Bíddu, Ben, en þú ert ekkert mikill NBA-kallið. Áttuðu liðið það? Já, ekki upp á sliðið en ég fylgist alveg með NBA. Þannig ekki segja og sér bara orðin bara leikastmaður þá núna? Nei, ég veist að það væri nú með svona ólíklegri liðum sem ég var að halda með, sko. Ég er ekki mikill LeBron maður. Nei. Ég var það svona til þess að byrja með en ég get verið langrækinn. Ég er ekki búinn að fyrirgefa hérna decision. Þannig að Þú er að fótt í Miami á sín tíma? já, eða bara þú veist það mátti alveg fara til Miami með mér bara en hvernig þetta var allt gert, það fór í taugunar á mér. Kaninn kann þetta. Já, Þannig er Dominic Wilkins maður. Hann er Dominic Wilkins maður, já. En ætli Kaninn fara að hafa vitað því núna eftir þetta HM-mót að hætta að tala sig liðin að vinna NBA-deildina sem NBA World Champions. Hvað haldið þið um það? Nei. Þeir muni alltaf gera það. Nei. já, þeir halda því áfram. Þetta finnst mér með því Ég stórkostlega. hef miklu líkur á því og Trump verið hömbul. Ok. En herðu, Uglasand og Kristinn, Benni, þú kemur núna með einhvern frasa úr nýju lífi. Eittur bingo, Ingi, þú smá tíma til þess að vera eitthvað svona körbóltengt. Körfubolti, við erum búin að koma með svo marga frasar, er einhverju frasar eftir maður? Já, kannski er allir að vera búin að fá leið á þessari nýtt lífs tengingu. Nei, það er ekki hægt. Nei, Ha. Nei, það er ekkert En þeir eru alveg kaldir núna, þeir áttu ekki vona þessu. Körfubolti, það er ekkert ég bara fíbli sem fæst þessi í teljaranum og eðlega fyrir með bónusinn. Það er kannski eina sem maður tengir við. Já. En Ég er á þar, aðalega þar. Ég er það ekki bara góður endapunktur á það? Taka þetta bara í kór. Til það. Jafnvel 3 radda. Til það. Tilbúin og hérna, hér og það og svo alveg skilur við. svakaleg. 1, 2 og hér og það. Aðalega þar. Skulum við taka þátt í svona vitleysu.